Pabbi var algjör svona fyrirmynd í heilsu í raun og veru. Hann hafði aldrei reykt, hann fæddur 1945 og þú veist, hann var kominn fyrstur manna með hvítlauk og ólífuoljur og allt þetta, þessar góðu olíur og hreyfði sig á hverjum degi og var bara mjög svona heilbrigður maður. Og svo gerist þetta og þetta var bara að hann greinist með heilakrabbamein og þetta var bara sjokk. Betur hvernig, af hverju hann? Ég heiti Hlín Rekdal og er hönnuður. Þessi barátta var í hálft ár, hún var ekki lengur. Hann hættir ekki að gengið og fleira bara eftir, svo eiginlega mjög stuttu eftir greiningu. Og maður þetta er alveg svona tilfinningarúsibanni að gangi í gegnum, líka afneitun á þessu leyti, kom mér hugsa tilbaka. Pabbi var líka alveg bara eiginlega sjálfur í smá ánýtun, hann var alveg fyrir að halda myndlistasýningu bara var að senda út boðskort upp á spítala og það var alveg pínu svona, pabbi var listamaður, og það var, en það er frábært, kannski var það bara gott fyrir hann, hann var svo jákvæður, hann hélt alltaf í vonina, Ég man læknarnir sögðu að því betra formi sem varst í, bara svona hefur hugsað vel þig, þá er kannski aðeins, það getur verið auðveldara fyrir þig að takast á við svona alvarlega sjúkdóm eins og krabbamein. Þetta hefur setið í mér og ég tók þessu bara mjög alvarlega þegar sérstaklega eftir að pabbi dó, en ég er bara húkt í dag, ég kemst ekkert í gegnum daginn nema að hreyfa mig. Fyrir einhverjum árum var ég ekki þarna með það hreinu og en ég upplifi mig bara næstu þessu árekstri 14 mann dag því að hreyfa mig ekki. Og alltaf þegar kemur móttumæðis, þá fer ég að pota í kallar í kringum mig. Að svona fylgjast með einkennum og vera bara svolítið meðvitaðir. Og þú veist, og ef það einhverjar breytingar að láta tékka á sér. Já, ég byrja svona aðeins að pota.